Góðan daginn og velkomin í þátt númer 159 hér á YouTube-brásin minni. Ég heiti Helga og ég er handavinnu Óð. Í dag er laugardagurinn 13. júní og síðasta þáttu var tekin upp 8. maí, þannig að það var alveg orðið komin tími á það. Það búið að vera mikið að gera og allt það, en ég náði nú að gera samt eitthvað líka í handavinnu deildinni. Nú, ég ætla að fara bara yfir þetta hefðbundna, klárin, hvað er á döfinni, verkivinnslu og hvað er á döfinni og hvað er þetta pokan og svo bara þetta hefðbundna blaður. Það er náttúrulega alveg bong og blíða úti, en það er svo mikið rók á svölunum akkurat núna, ég nenni ekki að sitja þar, þannig að ég sagði, ég er ein heima, ég ætla að nota tækifæri, fyrst það ekki verið þá lokuð hérna inn í herberginu og kafn úr hita, að taka snöggvast upp. Það er reyndar, gætu alveg mögulega heyrt eitthvað í umferðina, því að allir aðrir gluggar eru opnir nema þessi hér inni hjá mér, því að það er bara, þá eru að skipta svona glugga í framhliðinni hjá okkur og þeir eru náttúrulega milljón sinnum betur einangraðar heldur en rúmlega 50 ára gömlu gluggarnir sem hafa voru látnir fjúka. Þannig að það er venjulega, þó værum ekki kynda þá var samt hérna 22-23 gráður öllu jafna. Núna er það alveg, ef við erum ekki með eitthvað opið, það var alveg auðvitað 25. Þannig að ég er ekki alveg til í það. Þannig að ég vil ekki loka fleiri gluggum en akkur þessum en í þessu herbyggi. Ég ætlaði bara að sýna ykkur eitt klárið. Eruð þið nú reyndar búin að sjá? Það vantaði bara tölu á hana. Og það er hún Marvelous Molly eftir hana Söndru Karls. Og hér er hún með bara tölunum sínum. Þú valdi bara svona frekar plain en hérna ákvað að nota gatnið sjálft til þess að setja þær á með, þannig að þá er þetta bara svaka fancy. Hún er algjör stæði og maður er að sjá fólk vera að prjóna hana í öllum regnbogans litum úr þessu dásemdar fluffi sem heitir Basta og er til hjá Garnico vefverslun hérna á Akranesi. Og bara ótrúlega skemmtilegt gat. Og það eru margir að nota þetta einmitt í skjól, í öldurnar í skjólpeysunni sem að það sem að gefa út uppskrift til styrktar kvennaathvarfsins. Það kemur sjúklega vel út. Ég er náttúrulega búin að prjóna mína skjól en þetta gaf mér alveg hugmynd að nota þetta einmitt sem að því alveg hérna næstum 2. Geti þá notað það sem munstur í prjón eða svo sá ég eitthvað gerði sófískarf úr svo líka. En ég held að ég þyrfti þá að kaupa viðbótargat sem að, alveg nóg af gatni, þetta er ekki allt. Þannig að ég var að taka herbergjum hitt í gegn á síðustu helgi. Og ég bara, Jesus, nú er aðeins að hemja þig, en samt ekki. Ef ég sé ekki, verða aðeins að hemja mig og horfi svona niður á pokan með gatna sem er nýkomið til mín. En það er önnur saga og verður sögð á eftir þegar við verum búin að gleyma þessu og ég þóttist ætla bara að fara að vinna úr gatnum sem er til hérna heima. En ókslána með þessa, allt og heitt til þess að vera í henni. Þessa dagana hérna á Akranesi fór 22 gráður tíma í gær í skugga. Það er aðeins meiri vindur í dag, þannig að það er ekki eins víst að það verði. Svo er það næsta flík, ég ætla að slökkva á okkur á meðan. Og það er skjólpeysan frá hérna eftir Tinnu sem var gefin út til styrktar kvennaathvarfinu. Fyrst ætlaði ég bara að kaupa hana til þess að styrkja kvennaathvarfið af því ég er alveg með nóg á prjónunum. Svo bara hugsaði, nei, ég get nú ekki verið þekkt fyrir það, svona prjónakellinga eins og ég er að gera ekki peysuna og ég ákvað af því að ég persónulega hef ekki þurft að leita til kvennaathvarfsins en ég þekki of marga sem að hafa þurft þess
og í alls konar aðstæðum og allavega, þannig að ég ákvað fyrst ég ætla að prjóna hana, þá ætla ég líka að gera mér hana erfiðari fyrir vikið með því að vera með 2 aðalliti. Og ég ákvað að nota, ég átti hérna Vibes frá kyrðnitt.is sem er líka vefverslun hérna á Akranesi og sem er líka nýbúin að opna með vetrargarn, svona búð sem er ekkert eitthvað, ég hef ekkert séð eitthvað ákveðna opnunartíma hjá þeim. En þær eru hérna voru að opna líka litla búð hérna á Akranesi, þannig að við höfum sko úr nægu að móða hérna, þurfum ekki að leita langt yfir skammt til þess að fá gott gagn á Skaganum. Við erum sérst með þessar 3 netverslanir, Vetrargarð, Kyrðnitt og Garnico og svo erum við með verslun sem að héta áður Gallerí Snotra en heiti Lykkjan í dag. Þannig að við hérna höfum það bara gott hérna í tæplega 9.000 manna afsakið í samfélaginu okkar. En grunnlitirnir 2 eru hérna úr Vibes frá Kyrðnitt og þetta er svona svipað og er svona loftblásið í túpu. En þetta er aðeins betra en Drops frá þér. Og ég ákvað að vera sérst með bleikan og svo hérna hennan bláa eða græna petról, minnum að hann heitir, og svo bleikur og petról. Og var svo með 4 liti af öldunum líka. Þannig að það eru miklu fleiri endar og aðeins meira að hugsa og spá og spekulera og þetta var svona mín leið til þess að reyna sem er engan veginn hægt að gera þegar maður þekkir það ekki, að setja mig í þessi flóknu spor að leita sér aðstoðar vegna ástands á heimili. Hvort sem það er vegna andlegs eða líkamlegs eða hvoru tveggja, ofbeldis eða hvað það nú er að ég vildi allavega ekkert gera mér þetta auðvelt og það er ótrúlega gaman í að búið að myndast rosa stemning í kringum þetta. Sumir eru svolítið pirraðir yfir því að uppskriftin er ekki korrétt og eitthvað svona, en ég hugsa alltaf bara ég líti bara á það sem part af áskorunni að reyna að klóra sér í gegnum þetta fullt af ungu fólki, konum og stelpum sem hafa aldrei prjónað og eru að spreyta sig á þessu af því að þeim langar að vera með og ég segi alltaf maður á að ef mann langar að læra að byrja að gera einhverja handavinnu, þá maður að byrja að gera það sem maður langar mest í. Þannig að ég mæli aldrei með garðaprjónstreflinum til dæmis. Og maður læri bara mest á því að langa nóg í loka hlutan, sko. Þó maður fyrir að rekja upp og horfa á 100 vídeó og eitthvað svo leið, sko. Þá læri maður mest af því. Og ég svo sem, þú veist, ég sá alveg villurnar í uppskriftinni en ég er náttúrulega bara býðið þar lúxus að ég er þrælvön og fljót að átta mig á hvernig ég get leyst villuna. En svona, já, þetta fyrst keypti ég þetta bara til þess að styðja kvennaathvarfi en svo fór að myndast eitthvað góð stemning og ég ákvað bara að slá til og gera mér þetta erfitt í leiðinni, bara svona til þess að líka aðeins að þurfa að hafa fyrir hlutunum. En shit, það er svo heitt að vera í þessu. Ég ætla samt að sýna ykkur eitt. Ég gerði kragan eins langan og uppskriftin sagði til ég prjónaði á uppgefna prjónastærð í uppskriftinni sem er langt frá prjónafestuna því ég nefndi ekki að gera prjónfestupröfu og hún á að vera meira oversized en ég er bara með, ég er að gera sérst small til medium en hún er meira eins og extra small til small af því að prjónfestan er kolvillis hjá mér, en það er alltaf læg. Ég fíla hana alveg svona. Og ég ákvað að hafa hana ekki með löngum ermum. Af því að til dæmis eins og þegar ég er út að hjóla, þá finnst mér rosa gott, eitthvað hluta vegna, að vera með þennan part beran. Og líka bara ef ég er að stúsa eitthvað, þarf ég ekki að vera að ýta ermunum frá. Og ég hafði hana einu munsturbekk, lengri heldur en uppskriftin segir til af því ég vildi ekki að hann hætti, akkurat hér. Ég vildi hafa hana aðeins ponsunir. En þetta er þannig uppskrift, það er ekkert mál að lengja og sumar hafa, ég breytti ekkert lykkjufjöldanum, sumar hafa gert það í erminni og bara það er
alls konar í gangi í þessu og ég verð að fara úr, ég ætla að stoppa. Það heitt. En svo náttúrulega, svo margir að pæli hvað maður hefur hérna langt á milli af því það er langt á milli. Ég held að fara alveg upp 10 lykkjur á milli. Ég byrjaði fyrst eitthvað að rembast við að veiða og þú veist, hérna allar efst. Það sést kannski betur hérna með. Hérna, já, svo bara hætti ég því og ég bara var ekkert að því. Þannig að sumir hafa að fá kikk út úr í að sjá hérna rönguna á svona mynsturprjóni. Þetta var mjög skemmtilegt. Þetta myndi mig pínu á munstur sem ég gerði í pröfuprjóna að gera sýnishorn fyrir Steven úr. Það var eitthvað svona, það var ógeðslega flott að aftan líka. Rangan á sjálfinu var ógeðslega smart líka. Já, þannig að ég hef ekkert nema gott þetta að segja. Bara geðveikt framtak og hérna og bara gaman að sjá hvernig fólk að túlka þetta. Sumir gera bara eina rönd, 3 eða bara alla leið. Flestir eru með bara sama grunnlitinn. En þessi skvísa allavega búin að vekja mikla athygli inn á Facebook síðunni. Þannig að ég bara ógeðslega ánægð með hana. Ógeðslega hlý. Hún geggjuð þegar það er svona, þú veist, ágætis veður en kannski 10 gráður og þá er þessi alveg perfekt. Herðu og svo loksins kláraði ég síðast uppfit 2025 fyrir utan teppin. Það er ekki að tala með. Ég kláraði Vertices Unite. Og þegar ég byrjaði aftur, þá hugsaði af hverju lagði ég það frá mér? Þetta er svo ógeðslega gaman. Svo skemmtilegt sjál. Og ég var alveg bara shit, hvernig datt mér í hug að vera bara með allt einlitt, eða þetta það er ekkert speklað eða neitt svoleiðis. Þetta er allt handlitað svona einspinnu gæðagarn. En fyrir vikið er það svolítið svona striking. Það er alveg, og ég gerði millistærna. Það er sem sagt gefið upp lykkjufjöldi fyrir litla og lítið sjal og stórt sjal. En ég gerði millistærna og þeir sem eiga svo skrift og ég veit það er margir búin að gera, það bara felst í hvernig maður vinnur fyrsta hlutan. Þá finnur maður bara miðjuna þar í töluna á milli, enda fjöldanum á lykkjunum í litlu og stóru stærðinni og fer bara eftir miðjunni. Þá kemur þetta bara svona skemmtilega út rétt og eins og Steven segir, eða vantar 2 eða 3 lykkjur eitthvað staðar, það bara fiffa maður það. Þannig að þetta kláraðist korter í prjónagleðina á Blönduósi og það var líka einmitt brjálu stemning í kringu það því að Steven West var þar og það var hent í svona samprjón á sjölum og sumar fór nú í peysur og eitthvað svona eftir að líka að prjóna það. Og ég hugsaði ég verð að vera búin með þetta þó ég var ekki að fara á Blönduós af því ég var búin í annað að þá verði ég að klára, þú veist, þá finnst mér ég vera pínu með. Og svo vildi svo skemmtilega til að hann vantaði eitt fyrir bingo að láta prjóna fyrir sér sýnishorn og það gladdi mig ekkert eðlilega mikið að þegar ég náði að koma þessast á Lindu fyrir prjónagleðina og Linda var ekkert að fara þangað en Steven var hjá henni og fór þaðan á Blönduós og var með þetta sjal og var að veifa því þarna og það var bláa fallega dancing droplet sjalið eftir hann og ég fekk þann heiður að gera það sýnishorn þannig að ég fór alveg bókstaflega með á Blönduós. Lykkjurnar mínar voru þar. Þannig að það var, og ég sá bara það litla stemningin og mér finnst það svo frábært að
kalla hana Sönu prjónamálaráðherra. Þetta bara flottasti ráðherra sem við eigum sko í okkar heimi. Þannig að ég rosalega ánægð með það og þetta verður geggjað. Það er ekki nema 260 grömm. Þannig að það er hlýtt en skítlétt. Og þetta er bara líka töff við sumarið að vera í eitthvað svona björtu og skemmtilegur ef maður þarf svona eitthvað ekstra á kvöldin eða út í labbitúrin eða eitthvað svoleiðis. Ógeðslega ánægð með. Og þið sjáu þetta er alveg feiki stórt sko. Ég reyndar strekkti það svolítið í döðlu sko en samt. Love it. Ég ætla að prófa að sjá hvað ég endist að vera með það já, þannig að ég ætla að stoppa og setja inn mynd af Dancing Droplet sem ég tók áður en ég afhenti það. Pláss fyrir það. Ég er búin að reyna að finna eitthvað klippiforrit en aðalvandinn er sá að síminn minn og tölvan mín fíla ekki þegar ég er að senda eitt stóran fæl af símanum yfir í tölvuna, þannig að þess vegna er ég alltaf að stoppa og byrja aftur. Þá skotgengur þetta og þá er ekkert mál að henda inn líka ljósmynd þannig áður en að þurfa að vera með eitthvað brjála flott kvikmynda klippiforrit til þess að því ég bara, eins og ég segi, þetta verður dagbókin mín og ég vil hafa þetta bara einfalt og þið fá mig bara alveg eins og ég er núna móð og másandi og já, ég bara er ekkert svona eitthvað flink í að eða bara ég hef ekki áhuga að leggja mig eftir því að gera þetta eitthvað betra en þær, en það er alltaf leið. Það er engin að pína neitt til þess að vera hérna sko. Það er heitt. Þetta verður bara að fá að bíða betri tíma. Svo er ég núna aðeins búin að bíta svolítið í mig. Af því ég er ekkert búin að hafa neitt mikinn tíma til þess að vera eitthvað bara ása mikið inn á Ravelli eða þessum sem ég elti á Instagram fyrir innblástur og svona. Og mér langar bara svolítið að hreinsa af prjónun. Þannig að það er ekkert á döfinni nema ein peysa sem er afmælisgjöf handa dóttur minni sem ég sýni ykkur eftir. En það eru nokkuð verkefni mislangt komin sem ég langar að klára og ég ætla ekkert að pæla í teppunum, það er bara svona meira þegar að fyrir að síga á veturinn sem ég dætti eftir í þann gír. Mér langar bara svolítið svona aðeins að, þú veist, en svo var ég að hugsa, ég var að segja þetta upphátt, af því alltaf þegar ég segi þetta upphátt þá tek ég trilling og klára ekki neitt og flytja bara upp á 29 hlutum, þannig að sjáum til. En ég er búin að vera alveg ógeðslega lengi með þessa lópapeysu sem að uppskriftin heitir Southwood by Galt House of Yarn og þetta er bara, nú verð ég að spýta í lófana þegar þetta er veiðipeysa mín. Ég er nefnilega, þess að ég var alltaf í, hún er bara kabút. Ég er búin að vera í 10 sumur og ég var mikið stærri þegar ég prjónaði hana og það var bara óþægilegt að vera í henni innanundir og hún var búin að þæfast ógeðslega mikið þannig að hún næstu gat staðið. Þannig að hún fékk bara að vera fylling á einhvern góðum stað og bara í textílgám. Og þá var ég náttúrulega að hendi í eina en þetta er náttúrulega bara algjört drep af því hún er bara svona. En þú veist, ég á bara ermarnar eftir. Þú veist, ég kom með ég var að fækka fyrstu lykkjónum. Þannig að það, þú veist, ég á alveg ekki að klára hann á morgun, sko, ef ég held mig við efnið. Ef mér dettur ekki í hug að fara að gera eitthvað í góða verðinu. En það, þú veist, ég verð búin með hana í vikunni. Og þá var hann bara klár í veiðitúrunni í júlí. Og hún fer að hvíla hérna í þessari ótrúlega fallegu prjónaskál sem ég var gefin fyrir nokkrum árum af yndislegu
frænku mæðgunum mínum sem ég að fara með til Marokkó í haust. Elska, þetta svo mjúkt, ég bara stuttist, já eins og ég að gera núna, ég bara strjúka skálinni. Þetta eitthvað svo hlýr og yndislega veður. Það fara bara eftir. Hvað þetta? Já, hérna. Ég að gera, þegar við fórum til Budapest þannig 12. maí og þá vildi ég hafa með mér 1 prjónaverkefni og 1 heklverkefni af því að oftast hafa prjónarnir verið teknir af mér þegar ég að fara frá Budapest. En hekluna hún alltaf látið vera, mjög fyndið, því hún getur alveg verið þrælbeitt líka. Þannig að ég var með 1 einfalt prjónaverkefni og síðan til sýningu núna, það er Bits and Bobs eftir Kate Jones hjá Bakery Bears. Og ég bara að nota einlitt fingering garn og síðan ég að nota alls konar hérna svona afganga af spincycle á móti. Og í tiltektinni þá rakst ég nú einmitt á meira svona. Minnum á það. Ég þarf kannski að finna það og setja hérna ofan í. Af því, já, þetta einlita reyndar ekki að vera hérna. Það er eitthvað að rugla mig. Sjá, fænu það upp úr. Já, það á að vera tilheyrir hekluverkefninu. Maður var að nýta plásið, þegar maður þarf að vera nákvæmur í vigtinni á heimleiðinni. En þannig að, já, þetta bara svona, ég tók þetta upp í gærkvöldi og hélt þóttist muna uppskriftina og bara prjónaði eins og vindurinn í einhverja 6 umferðir, þá fattaði ég var að gera kolvetlaust, þannig að ég rækti upp í morgun og lagaði og alveg að vera komin á rétt ról aftur. En þetta er bara svona, það var eins og í gær, það voru 25 stigi hitinn í stofu í gærkvöldi, þá gat ég ekki verið að prjóna lopapeysuna eða ullapeysuna. Þannig að þá greip ég þetta og klúðraði því royally. Svo er það já, þetta er ekki einu svona komið á prjónana, þá þarf það ekkert að fá að láta ljósið skína, Ég var að reyna að finna hérna hekl. Hérna er það. Hekluverkefnið heitir, já, Summer Morning by Sem Kilta. Og það er bara svona voða beautifult hekla dæmi með stölum og alls konar bara dúleri. Mjög þægilegt og ég bara nota alls konar einlitað fallegt handlita gagn. Er að nota svolítið úr Mystery Musical sjálfnu frá Stephen West síðan í október. Ég var með 6 liti, ég er búið með 1, þannig að ég er bara að reyna að klára, nýta þetta gagn í það og þá, ef ég nota þetta allt saman, þá verður þetta alveg bara þokkalega stórt og mögulega fer þetta bara í pínu time out þegar við erum að fara aftur til Budapest í júlí á formúluna og þá er næs að hafa þetta bara á heimleiðinni í fluginu. Síðan, já, ég er búin að sýna ykkur peysuna. Síðan er það Island in the Sun. Þetta sé það. Já. Og ég er að nota, ég er alveg komin jafn langt og ég sýndi ykkur að síðast. Ég er að nota garn frá Topsy Farms og Judith vinkona mín í Kanada, hún litaði annars vegar
Sko þessi dökkbrúni bara eins og hann kemur af ekki gúnni heldur rollunni. Og svo það annars vegar avokado sem að Judith litaði með avokadosteinum og svo turmeric kryddinu. Og þetta náttúrulega bara, þú veist, þetta verður bara geggjað vetrarsjal og ég veit alveg að ullin áttur að mýkjast með þvotti og eftir því sem það að vinna meira með það þá fer þá svona mýkist þetta allt en svo að þá þetta ekki fyrir kveifur að halda á en ég náttúrulega eins og hefur svo oft komið fram áður ég gæti gengið í gataveis. Síðan hérna Amstead Sjólet alveg byrja svona mikið að því og það einmitt já ég fann einmitt meira af einspinnu í þetta í tiltektinni en ég bara að nota svona nýta einspinnu afganga handlitað í þetta gæti mögulega verið prjónaverkefni fyrir Budapest setjum það hér en þú veist það fer líka eftir hvað ég dugleg að klára hitt hversu þú veist hvað mun vera eftir ég er búin að sýna hvað þetta já þetta Bits and Bobs síðan það Prospect Tea eftir Tori Jú sem langar ógeðslega að fara að druslast til þess að halda áfram með þetta nú svona þú veist summer þannig að nú smá pressa ég er búin að setja smá pressa sjálf á mig og þetta Garnsur Kvitrull 75% Superwash Merino 25% nælon 425 metra í 100 grummunum very pretty þannig að þetta máli fara að spýta í lófana með þetta síðan það Home Camisole eftir Kadri og ég myndi reif það upp í gær þegar ég uppgötaði mistökin á Bits and Bobs og hendi því til hliðar af því ég nefndi ekki að fara að pæli og horfa á eitthvað og þetta bara svona prjóna hring eftir hring og já ég ætla að mæla þegar ég verð búin að rekja ég með garnið tvöfalt og svo bara tjekka ég á lengdin á bolnum ekkert endilega þetta búið en bara ég ekkert eitthvað að stressa mig á því og þetta Knitting for Olive Pure Silk sem ég fer ekki á garni í gangi og liturinn heitir Poppy Rose 250 metrar í 50 grumman ótrúlega geggja garn 100% borett silk þannig að hann virkar svolítið stór en ég hugsa að ég get alltaf verið bara í stuttar með eða síðar með bólinn undir eitthvað slags þetta er bara svo ótrúlega fallegur litur og óbáslega fallegt garn þakka til að sjá líka hvernig það þvæst hvernig það verður þegar búið að þvo þetta og leggja þetta aðeins til svo það síðasta notabene fyrir utan teppin en við erum ekki að tala um þau í dag og þetta Brittle Wind Cablet eftir Jessica Vinson og ég bara ekkert kom lengra en þegar ég sýndi ykkur það í fyrsta skipti sko. Ég að nota í þetta Peruvian Highland Wool frá Filacolana líkugarn í gangi litur 334 mjög bleikur og helgulegur og fristurinn að tala um mig þá þetta hérna 1, 2, 3
1, 2, 3, 4, 5, 6 sem ég get tekið núna inn í stofu og farið að vinna svolítið vel í og hérna ferðaverkefnin 7 og 8, kannski fá þau einhverja ást. Nú þá kom skilaboð frá dóttur minni, miðjunni minni sem á afmæli í desember og hún sagði, mamma, viltu gera svona peysu á mig í afmælisgjöf? Og það er terrakotta svettir eftir Lenu Hólme Samsö og hún alveg allt sem ég gefið henni sem að ég hef prjónað annarkvort fyrir hana eða bara, þú veist, vilt þú eða þetta, að hún notar þetta svo í döðlur og ógeðslega mikið og bara elskar þetta. Þannig að auðvitað sagði mamma, prjónasjúka, já. Og terrakotta svettir notar svo mikið sem ég var aðeins að improvisera með móheyrið í ljósa litina því að hann var uppseldur sá sem var gefinn upp í uppskriftinni. En þetta eiginlega getur nú ekki verið meira nærri lagi, sko. Og þetta er Tinper Gind í aðalitin, litur 2641 og Tinsilk Mohair, litur 1015 og munsturliturinn er líka Tinper Gind í Charcoal Melange, litur 1088, hvað er þessi? Natural White heitir hinn Tinper Gind. Og svo bara 1099 móherið í munsturlitnum. Það er svona aðeins herðara gatni sjálft heldur en móherið, en þetta er bara, ég bara valdi bara það sem uppskriftin sagði að það var litapalettan sem að hún vildi. Þannig að þetta er einu verkefni sem að mér svona klæja pínu ég að fara að byrja á, en samt ekki af því það er svo heitt sem betur fyrr. Þá getur fókusa á að klára kannski svolítið þessi verkefni sem að er í gangi. Og það náttúrulega styttist í sumafrí og svona, það verður svo sem ekkert rólegt. En já, eins og ég sagði, ég tók síðast upp 8. maí og þá vissi ég nú ekki annað en að ferðin til Budapest yrði bara ferð til Budapest. Við vorum að fara hjónin í ábyrgðareftirlit með tönnslurnar okkar og það kom allt vel út og bróðir mannsins míns og konan hans fór með okkur og fór í skoðun líka og þau voru bara, það var ekkert hægt að gera fyrir þau voru nú svo góða tennur eða þannig, eða það var allavega ekkert sem var eitthvað og nema hvað, að við komum þannig út aðframnótt miðvikudags og svo bara á miðvikudagsmorgninum byrja síminn að hringja hjá mér og ég bara, hvað er í gangi? Og þá er það, ég fæ tölvupóst frá þessum sem við kaupum gluggana af, gluggavinum, að nú þurfa að borga restina á gluggunum. Og ég bara, það eru 4 vikur, þá til ég að setja í og við þurfum ekkert að borga fyrir að gluggarnir eru komnir og eða sérst fyrir að láta vita að það sé að fara af stað upp á Skaga og það er ekki fyrir fyrsta leið 4 vikur. Svo ég fyrir eitthvað að spurja og sendi tölvupóst tilbaka og bara, hvað er þetta? Hún segi, já, gluggarnir eru komnir og ef þið getið klárað að borga það í dag, þetta var miðvikudegi, þá getur teymið byrjað að setja í á mánudaginn. Og ég bara, yes! Náttúrulega þakklátt fyrir tæknina mér. Þannig að ég gat keyrt þetta allt í gang og fór allir miðvikudagurinn í það að græja og gera og snúa upp á hendina hjá eignaumsjón að fara að borga reikninginn og þegar við áttum alveg fyrir honum og vel það og þetta hafðist allt en ég var alveg átti í eldheitu sambandi við yfirsmiðinn alla vikuna því ég verið að fjarstýra svolítið hvaða það var tekin sérst fyrr stigagangurinn sem er hinn stigagangurinn af því að við vorum ekki heima og ekki heldur íbúðin sem á íbúðina fyrir neðan okkur. Við vorum ellendis bæði akkurat á sömu dögunum þannig að það var og enginn með aðgang að íbúðanum okkar. Þannig að það var ákveðið að byrja bara á hinum stigaganginum
Og svo var ég bara í símasambandi við yfirsmiðinn og hann lét mig vita að þau þurftu aðganga að þessari íbúð, hinni íbúðinni og þetta hafðist nú allt saman. Við komum svo heim á þriðjudagskvöldi og í vikuna eftir og bara geðveikt að koma heim og sjá bara blokkina vera endurfæðast. Og við vissum að þeir myndu byrja strax morgun í okkar íbúð, þannig að við rifum upp töskunum og fjallaðum allt hérna sem var nærri gluggunum eins og var óskað eftir að við gerðum og fórum svo bara í vinnuna daginn eftir og þegar ég kom heim og vinnu klukkan 2 þá var ég búin að setja gluggana í hjá okkur og svo fengum við líka svalahurð sem var svo sett í hérna á einhverjum tímapunkti. Þannig að þetta var rosa fjör og fór alveg hellings orka í þetta. Mikið að spá speglera og allt svoleiðis en og bara að fá svona stórt verkefni gert 4 vikum fyrir var náttúrulega líka bara geggjað því annars hefði þeir verið að koma núna undir mánaðamót og þá voru svo margir bara komnir í frí og farnir í burtu og þetta hefði bara geta orðið ennþá meira vesen sko. Og svo létum við 2 smiði koma í óháða aðila og taka út svefnherbergis gluggann hjá okkur og hann var dæmdur ónýtur af þeim báðum. Þannig að við erum að bíða eftir, erum búin að panta nýjan glugg í það og fá það að við fáum að skipta upp hann af því að við þurfum að teipa hann aftur ef það er rok úti af því að annars skröltir allt innvols í opnanlega fæginu og rignir inn í það og allavega skemmtilegt. Þannig að við fáum hann seinni í sumar. Og það var æðislegt fyrir veturinn. Og þá hefur við bara eftir að skipta 3 glugga í okkar íbúð. Einn langan og mjóan og svo stóra stofugluggan og svo svona venjulegan glugga inn í skrifstofunni hjá Helga og þetta allt sem bakað til. Nú á sama tíma og þetta fór í gang, þá hringdi ég með smiður og sagði, herðu, ég á leiðinni upp á Skaga og ég að fara að setja nýja rennur fyrir aftan hús í okkur og ég bara, ha? Já, átti ég ekki að gera það? Ég sagði, nei. Þú mátt alveg fara upp yfir og skoða þetta og gera okkur tilboð. Ég er ekki að bara láta það fara að gera eitthvað og svo hefur kannski ekki fyrir því. Þá var þetta eitthvað sem var þetta bara misskilningur og endaði svo sem með því að við tókum hans tilboð að það var helmingi lægra en hjá öllum hinum. Svo það er í deglunni og á mánudaginn er að koma múrari til þess að meta hvað er áríðandi að laga hérna hjá okkur eftir gluggaskiptin og líka þar sem eru þekktir lekar inn í íbúðir vegna utanakomandi vatns og það mun minnka álagið á baka til á húsinu þegar það var að koma nýja rennur líka. Þá var vatnið ekki eins greiðan og eins auðvelt fyrir það að renna niður með húsvegnum eins og það gerir núna því rennurnar eru bara eins og gatasigti. Frussast alveg bara við getum verið í sturt út á svölum þegar það regnir mikið það er alveg svona stort gat í rennunni á okkur. Þannig að það er ógeðslega mikið í gangi og við höfðum svona laufléttan fund á miðvikudaginn og ákváðum þá næstu skref í bæði í stærri pörtunum og líka þessa litlu hluti sem að þurfi ekki að kosta mikið en við getum gert og það var allt samþykkt og ég byrjaði að djöflast í morgun í því að bara eins og mála trégrindverkið og eitthvað svona dutteri. Þannig að já, nóg að gera. Þannig að ég, ég prjóna alveg helling en ég var ekkert mikið inni samt. Ég var mikið að vesenast og vinna og hugsa pappa gamla og bara allt þetta og börnin mín og svona. Þannig að það bara ógeðslega gaman. Og já, bara rosalega gaman að sjá þessa blokk sem hefur einhvern veginn alltaf setið á hakanum. Það hefur alltaf bara verið svona bútasums viðgerðir. Þessar blokkir 4 sem eru við Garðabrautina, þessar gömlu hafa verið í gegnum tíðina vinsælar sem svona fyrstu íbúðakaup og fólk bara stoppaði 2-3 ár og ekki vilja leggja mikið í þetta og svona en það er bara orðin bráð þörf og það er bara allir sem búa hér sammála það og bara allir til að reyna að hjálpast af að koma í stand. Og ég segi líka bara alltaf að umgengnin segir svo mikið ástand fasteignarinnar að ef það er
stigagangarnir eru snyrtilegir og lóðin og allt þetta. Það bara ótrúlega aðlaðandi og ef þú ert að koma að skoða, þú veist, eins og þegar við komum að skoða þessi íbúð, fyrst í hinum stigaganginum og svo hérna. Og ef við værum eitthvað rög við, þú veist, svona ástand og það þarf að gera mikið og eitthvað svona, þá hefur við náttúrulega bara snúið við á bílaplaninu, sko. En okkur finnst þetta ógeðslega gaman. Þannig og við fáum alveg bara mikinn stuðning frá íbúanum hérna og margir duglegir að taka þátt og sumum alveg drull en allsælir að við nennum að standa í þessu og það bara alltaf. Það ekkert endilega betra að vera of margir heldur. Þannig að, já, ég var sérst að hreinsa hérna svona grænt ógeð af grindverkinu í morgun og úlingsstrákurinn í blokkinu var að slá í gær svo við vorum að losa okkur við heyið af því og þannig það alveg, þetta bræði, bara rosa gaman. En nú ég ein heima alveg fram á kvöld og ég búin að gera allt sem ég þarf að gera. Þannig að þið getur bara rétt ímyndað ykkur í hvað dagur minn mun fara. Ég mun náttúrulega aðeins eða tími að löðra þessu inn á alheimsnetið. Svo verður bara sest niður með meira Bonagua og mögulega kaffi, þannig alveg kominn tíma á kaffi. Og góna sjónvarpið eða á prjónablogg og bara sjá hvað ég kemst upp með að klára í dag og bara vonandi verði bara helst búa með sem mest af þessu næst þegar ég kíki til ykkar svona réttum mánuð. Það var gaman að geta skutlað í ykkur upplýsingum áður en ég fer aftur til Ungverjalands og formúluna og verð þó búin að vera í fríi og svona. Þannig að já, það var gaman að sjá. Kannski verð ég búin að leyfa mér að fitja upp á terrakotta svetter fyrir dóttur mína. En það verður ekkert, þú veist, out of sight, out of mind verður gatnið að vera í bili. Það fær ekki einu svona að fara í fallegan prjónabók alveg strax. Þá eru freistingin of mikið. Þannig að ég ætla bara að sjá hvort ég geti staðið við þetta. Og annars engin skaður skeður ef að ég fell ofan í kanínuholuna með nýjum uppfittum. En svo bara, svo var maður alveg að trillast úr innblæstri við að horfa á allt sem var að gerast á prjónagleðinni. Jesús minn. Hrikalega eigum mikið að hæfileika ríku handverksfólki og við bara prjóna og hekla og föndrara kellurnar, þú veist, bara hver dýrgripurinn á fætur öðrum sem maður sá þarna myndum og prjónamálar á þeirra hún Svana, hún á þessa nafn, hún á að fá fálkaorðuna bara held ég basically. Þetta svo stórt og mikið og mikilvægt fyrir okkur og einn daginn mun ég koma á prjónagleðina en núna var ég var búin að segja já við því boði áður en ég vissi að þetta væri á sömu helgi en ég hefði svo sem ekki breytt því og boði í skírn hjá nýjustu tvíburunum í fjölskyldunni á Helga og auðvitað sletti ég því ekki. Það var yndislegu dagur með þeim og já, ég bara ætla bara að kalla þetta gott í dag. Bara óska ykkur góðra og gleðilegra handavinnuvikna og við sjáumst vonandi svona miðjan júlí aftur. Takk fyrir og bless bless.